Andri, það gaman að hitta þig hérna í þessari gömlu rafstöð. Já, ég hérna hluti af hópi sem tók þetta hús yfir og hefur verið að breyta sig í svona nýsköpunar miðstöð. Já, það eru ennþá, einhverjar túrbínur hér. Túrbínur og mælar hérna og allt og þetta bara mjög flott. Já. Svona eins og lítið Tjernobyl. Þetta lítið nefnilega Tjernobyl. Það var ágætis innblástur fyrir söguna, sko. Já, en þú ert að skrifa bók sem heitir Tímakistan og eitthvað svona ævintýri. Já. Svona ævintýri á 2 plönum. Þetta ég hugsaði þetta sem einhvers konar svona eins og ævintýrin eins og Neil Gaiman hefur verið að skrifa og Philip Pullman og Lindgren bækurnar. Mér langaði að staðsetja hann einhvers staðar svona í ákveðnum bókahópi sem svona nær svona milli aldurshópa. Þetta er ekki barnabók, sérstaklega? Já, þær eru barnabækur, sko. Það að því eins og gangandi íkorni, hann myndi vera svona fullorðinsbók sem samt ævintýri eða barnabók, en þessi alveg barnabók en hún á alveg geta náð eitthvað upp, sko. Já. Allavega vinur minn sem 41 árs, hún fannst svo skemmtileg. En getur sagt mér aðeins nánar hvað þú ert að skrifa hvað er Tímakistan? Tímakistan, það óður konungur sem búinn að sigra heiminn og finnst svo ósanngjarnt hann fá ekki meiri tíma heldur en aðrir. Þannig að hann heimtar lausn, hann ekki tíma til þess að gista í öllum höllunum sínum eða klára öll vínin sín og verst af öllu finnst honum að prinsessan fagra muni bara eldast og gleymast og deyja eins og hún hafi aldrei skipt meira máli en allt annað í heiminum. Þannig að hann eignast eitthvað sem líkist glerkistu en hún ofin úr kóngulóarsilki og hann svo þétt ofin að tíminn kemst ekki inn í kistuna. Þannig að hann getur sparað prinsessuna og gefið henni bara góðu dagana. Eins og dagurinn í dag sem alveg hræðilegur. Það okkur rigning að hann var bara að sleppa svona dögum. 1/7 líf okkar mánudagur til dæmis. Og 1/6 lífinn febrúar og nóvember og ef maður hefði fengið að sleppa því þá var ég 30 og ég hefði ekki mistað neinu. Þannig að það geta gefið prinsessum bara góðu dagana en síðan vindur þetta upp á sig og í gang fyrir ansi mikil atburðarás og hitt planið gerist þegar að þessi uppfinning virðist einhvern veginn hafa ratað inn í nútíman. Já. Og það að skrúfa saman svona kassa með sexkanti sem maður kaupir út í einhvers konar IKEA og allir eignast svona kassa og svo koma hagfræðingar og spá mjög leiðilegu ári. Já. Reyndar eftir að gerist eitthvað svona þætti sem líkist held í Silfur Egils og þeir spá mjög vondu ári og fólk ákveður að sleppa árinu. Já. En svo þegar fólk búið að sleppa árinu þá náttúrulega allt í köku. En þannig í þessu tímaskeiði sem nær okkur, það er svona eins konar dystopía. Já, þetta svona blanda af dystopíunni og ævintýrinu og líka vandinu að skrifa ævintýr kóngar svo leiðilegir og prinsessur alveg hræðilegar og þetta en samt einhvern veginn fannst mér ég þurfa að glíma við það og það var ekki fyrir en að ég fatt að aðstofamaður konungsins hét Axel og Shakespeare konungarnir náttúrulega einir sönnu konungar en þeir ekki í ævintýrunum og ekki í Disney, það Shakespeare konungarnir sem skemmtilegir og síðan að prinsessuna að þá fór hún að virka svona af sjálfu sér og ég reyndar hitti þetta mont, ég hitti Dalai Lama hann hefur verið til síðan 1431 og ef maður lesa ævisögu hans þá hann stundum svona hálfgerður fangi þess að vera allt í komin ykkur aðstæður þannig að þegar alls konar svona áhrif fór að smitast inn í söguna þá fannst mér hún fara rúllega að verða áhugaverð. Nú ertu búin að vera í svona eins konar pólitískum aktivisma dálítið lengi og maður spyr, er eitthvað boðskapur í þessu? Já, sko, ég náttúrulega það var ákveðin boðskapur til dæmis í Draumalandinu og það náttúrulega sko, og eins og í Bláa hnöttinu líka að það boðskapurinn í rauninni órjúfanlegur þáttur sögunar að setja nagli í sólina, það er svo stór allegóri í því og allir lesa náttúrulega sem boðskap sko. Í glæpasögum ekkert endilega boðskapurinn og þú ekki að drepa þó að almennt held ég höfundanum finnist að ekki gera það. Mér finnst áhugavert að taka eitthvað svona stór efni, abstrakt efni eins og sólina eða tímann eða eitthvað, snú upp á það og gera eitthvað konar galdur við það og boðskapurinn
hann þarna einhvers staðar en ég fann mig oft samt knúinn til þess að snúa við og fara í aðrar áttir og Það svolítið langt sem þú gefur út skáldverk og ef maður spyr sig þessu aktivista tímabilið þínu lokið? Það fer nú ekkert alltaf vel saman sko. Annars vegar svona þessi beina orðræða, svona beini boðskapur og eins vegar skáldverk gengur aldrei almennilega upp ef góðu kallarnir ef ég myndi skrifa skáldsögu upp á Draumalandinu sem að góða fólki vildi ekki virkja og vonda fólki vildi virkja. Það hefði ekki verið góð skáldsaga held ég. En ég hleypi miklu af svona síðustu 5 árum inn í söguna og dreg alveg inn öll áhrifin og nota það meðvitað og þurfti ofta að halda dálítið aftur af mér til að bara halda kjafti á síðustu 4 árum. Ég gaus nokkru sinnum, tók svona eitt lítið gálgahraun og eitthvað svona klikkuðu kallana en almennt hélt ég ágætlega kjafti og það var mikilvægt að setja smá hlemm á sjálfan sig til þess að hleypa þessu þá inn og umbreyta því í ævintýri og gera þetta að einhvers konar, setja þetta á annað plan og taka þetta út úr veruleikanum. Auk þess þá þetta alveg lýjandi að glíma við veruleikan. Það deyr textinn dálítið þegar þú skrifar Sigmundur Davíð eða eitthvað. Maður getur ekki endalaust verið í einhverju svona og síðan í aktivismanum að þá kom upp í hendurnar á mér ákveð verkefni sem að ég er búinn að vera að vinna í samhliða þessu og setti sumt að því inn í söguna en það miklu meira svona svona heiminn og svona kannski Draumalandi 2 en á stærra plani. Getur sagt mér hvað það er? Já, það er ólangt að útskýra það.